Sterk öfl innan kirkjustjórnar munu áfram beita sig fyrir því að ekki verði komið til móts við samkynhneigða. Þetta segir Pétur Pétursson, prófessor við Guðfræðideild Háskóla Íslands. Hann segir málefni samkynhneigðra liggja óafgreidd að lokinni prestastefnu. Réttindamál samkynhneigðra voru heldur betur í brennidepli á prestastefnu á Húsavík en henni lauk nú síðdegis. Mikill meirihluti presta lagðist gegn því að heimila hjónavígslur samkynhneigðra en þess í stað var fallist á álit kenninganefndar. Pétur Pétursson prófessor í kennimannlegri guðfræði við Háskóla Íslands en hann hefur þetta að segja niðurstöðuna. En svo bara ekki tekið eiginlega neitt skref áfram, heldur bara lagt til að það sem nú þegar þar sé blessun í kirkju yfir staðfestri samvist sem þegar búið að iðka í 7 ár og það lagt til að samþykkja það. Það í raun og veru ekki mikið skref, en mér finnst nefnilega að prestastefna og prestar, íslenski þjóðkirkjuprestar hafi ekki bara fengið að tjá sig um þetta sem áttu nú að vera aðalmálið og að það sé bara óafgreitt af prestastefnu. Ásamt séra Sigurði Grétari Sigurðssyni lagði Pétur fram tillögu þess efnis að prestum yrði heimilt að vígja samkynhneigða í staðfesta sambúð. En áður en hægt var að greiða atkvæði þá tillögu var lagt til að hún yrði tekin af dagskrá þar sem þegar væri búið að fjalla málið og það fellt. Þetta alveg rangt. Þarna sem sagt þessu sterk öfl í kirkjustjórninni sem að ég held að þeir munu ekki breyta skoðun en nota sín ráð til þess að gera það verkum að ekki verið komið neitt til móts við samkynhneigða.